Góðan daginn, ég heiti Daniel og hérna með mér Viktor og við ætlum að kynna fyrir okkur verkefni sem við erum búin að vera að vinna að í allan vetur. Herðu, til að byrja með ætlum við aðeins að útskýra fyrir ykkur hvað hreinlega þetta er og til hvers þetta er. Og í verkefninu okkar þá ákveðum við að fara aðeins út fyrir þægindarammann og nýta okkur þrívíddarprentun og þrívíddarprenta líkan af tvinnspúl þotuhreyfli sem snýst með hjálp lítins mótors sem við settum neðan á hann og þurftum aðeins að breyta teikningunni upprunalega. Hreyfillinn okkar heitir Turbofan og er nútímalegasta tegund svona hreyfla. Turbofan eða fanjet vél er tegund þotuhreyfla sem samastendur af kjarnagastúrbínuvéla sem nær fram vélrænu orku frá bruna sem kemur fyrir í miðri vélinni. Og síðan einnig eru viftu sem notast við þá vélræna orku sem gastúrbínan býr til og þvingar miklu lofti aftur fyrir sig framhjá kjarnanum inn í vifturás. Langflesta farþegaþotur nútímans nota turbofan vélar vegna þess að þær eru kraftmiklar og hagkvæmar í rekstri. Þessi hreyflar fara sístækkandi þar sem hjáveituhlutfallið spilar mikið inn í hagkvæmni hreyflanna. Markmiðið með þessu verkefni var svona að efla okkur í þessum styrmu þáttum en þrívíddarteikning auðveldar að koma frá okkur hugmynd sem nýtist okkur áður en hafist til handa í nýsköpun eða þess háttar. Einn af helstu þáttunum með þessu verkefni okkar var því að auka þekkingu okkar á tölvuteikningu með áherslu á þrívídd og notum við aðalega forrit sem heitir Shaper 3D til að vinna úr teikningunum þar sem við settum alla hluti hreyfilsins saman og sáum útlit hans. Okkur fannst viðeigandi að hafa hjólin blá þar sem loftið kemur kalt inn og svo aftur á móti hjólin rauð þar sem að loftið brennur, þar sem að loftið fyrir eitt út. Afgasið sér satt bara. Svona 3D líkan á þotuhreyfli er ekki nýtt á nálinni því að samskonar hefur verið gert áður. Þróun 3D-prentara hefur farið stigvaxandi undanfarin ár og opnar margar dyr fyrir atvinnulífið. Okkur langaði því að læra betur inn á þennan búnað. Við höfum séð að þeir verða stórir þættir í atvinnulífinu þó svo að þeir séu orðnir sívinsælli í tæknigeiranum og almennum iðngreinum. Hægt er orðið að fá 3D-prentara sem prentar úr málmi. Það kemur sér vel fyrir okkur sem störfum í málmiðngreinunum en við notum þó einungis plastprentara í okkar verkefni en erum með stykki til sýni sem er prentað úr málmi. Þotuhreyfillinn okkar er knúinn með litlum 12 V jafnstýrismótor sem er tengdur við hraðastýringu. Við gerum til að byrja með hraðastýringu. Við fengum aðstoð frá strákunum í FabLabinu til að fræsa út koparplötu sem komið verður inn á síðar. Á plötunni komum við fyrir meðal annars viðnám, þétti og Arduino-tölvu sem við forritum fyrir upplýsingaskjáin okkar. Þar sem að þotuhreyfillinn er stungin í sambandi við venjulegan tengil og mótorinn okkar er 12 V þurftum við spennubreyti og notum við spennubreyti sem að fylgdi með LED-borða sem að breytir úr 230 V reiðstraum í 12 V jafnstraum og hendaði það afar vel. Herðu, prentunin, það sjálfsögði áður að bútið 3D prentastykki, þannig að það er eitt stærsti þáttur í okkar verkefni. Og eins og búið var að nefna, þá fengum við að nota prentastöðuna hjá N. Hansen sem að þykir okkur algjör forréttindi. N. Hansen er sífellt að prófa sig áfram og þróa sína starfsemi. En í dag starfa hjá þeim 4 plastprentarar og eru þeir mjög öflugir. Og þeir láta ekki nægja sér því nýverið hafa þeir tekið í notkun 2 prentara sem að prenta úr stáli og einnig auki sem prenta úr resinvökva og sinnir þetta allt sínum tilgangi í atvinnulífinu okkar. Við notum þó einungis plastprentara við okkar verkefni sem heitir X1 Carbon Combo en þessi prentarar eru frá fyrirtæki sem heitir Bamboo Lab og er látið vel af þeim. Þessi prentarar hafa þá kosti að þeir eru vandaðir, hraðir í vinnslu og útbúnir nýjustu tækni sem býður upp á marga mögulega. Það er ekki einungis hægt að vera með öflugan prentara, heldur þarf að velja plast eða svo kallað filament eftir þörfum
og í okkar tilfelli var það fyrir valinu plast sem heitir PLAX og það plast í hæsta gæðaflokki. PLAX plastið þolir betur álag, högg, hita og jafnframt mikið slitsterkara heldur en aðra tegundir af plöstum. Prentlínunar eru ekki jafn áberandi eins og með önnur ódýrari efni sem veldur því að yfirborðið á hlutunum miklu sléttara og vandaðara. Og við okkar hreyfil þá notuðum við rúmlega 1500 grama plasti og tók þetta allt 72 klukkutíma að prenta. Og eru þetta yfir 40 stykki sem þurfti að prenta. Til að nýta tíman og prentarana við eins vel og gátum þá röðum við teiknuðu stykkjunum sem voru eins á litin upp á plötu fyrir prentaran í gegnum tölvu og settum það síðan í prentun. Að því loknu settum við stykkið í slicer sem forrit sem yfirleitt fylgir prenturunum og vinnur það stykkið niður og býr til örþunnu lögin sem prentarinn kemur til með að prenta. Eins og með allt annað þá koma mistöki fyrir en það gerist þó ekki oftar en, mætti segja, tvisvar sinnum með sama stykki. Og kom það svo sem fyrir að 2 hlutir komu gallaðir úr prentinu hjá okkur. Og getur þá valdið til dæmis verið aðeins svo mikið af andrúmslofti sem að streyma við prentuna eða hitinn verið skringilegur. Þá prófum við bara að prenta aftur þar sem að tókstu ekki og kom þá út vandræðalaust. Að okkar mati komu stykkin vel út og nákvæmnin á prentunum fram úr öllum vonum. Íhlutina þurftum við að snyrta aðeins til eftir prentaran, þar sem prentarinn prentar alltaf smá efnu umfram sér til stuðnings. Við kroppuðum það af og pússuðum eftir þörfum. Við notuðumst ýmist við hraðlím til að festa íhlutina á sinn stað, bolta og rær til að festa allt saman. Við ætluðum upprunalega að nota 2,5 mm bolta og rær á móti, en vorum við svo sammála að snyrtilega gæti orðið að snitta þetta allt saman. Það var afar hentugt því gatið var 2,5 mm og komumst við upp með að reka 3 mm snitttappa sem hafði 0,5 stigningu. Samtals notuðum við 110 stykki af 3 mm allenboltum. Hraðlími notuðum við til að festa hvítaborðan á kóninn sem var svo límdur framan á hreyfilinn. Það er vert að taka það fram að allur kostnaður með virðisauka. Við fengum alla helstu rafmagnslutina okkar úr ýmsum áttum á internetinu sem hentaði mjög vel, þar sem aðgengi á netinu er orðið almennt mjög gott. Boltan og rærnar fengum við hjá Forsberg eftir að hafa þrætt allar verslanir og verkstæði á Norðurlandi án árangurs. Við útbyggum hraðastýringuna í FabLabinu, en þetta var í raun tækni sem við vissum ekkert að væri til fyrir en að þeir kynntu okkur fyrir hana. Og hjálpuðu þeir strákarnir okkur í FabLabinu með þetta. Við teiknuðum upprunalega myndina með rásunum í forriti sem heitir KiCad sem við gátum svo séð í þrívíddarformi í kjölfar eftir því. Hérna sjáum við hvernig fræsinn virkar. Þetta er magnað tæki af því að þetta fækkaði handtökum töluvert, en hérna sjáum við fræsinn að hann er að fræsa þarna rásirnar, en þetta er þrískipt. Hann byrjar að fræsa rásirnar, svo fer hann í að bora út götin þar sem íhlutunum er stungið í gegn og svo eftir það sker hann út plötuna þannig að við séum ekki með efni umfram svo þetta komist allt fyrir. Herru, síðan er það hreyfillinn í öllu sínu veldi, eins og sést þarna, og við erum smá myndband. Það er að playa. Og þarna sést það sem við kveikjum á honum og þarna er forritaði skjárinn sem við forritum í gegnum Arduino og
þarna hann í rauninni alveg klár og má reikna með því að hann sé að snúast í kringum 400 til 500 snúninga á mínútu og mótorinn þá 800 til 1000 snúninga á mínútu. Og þarna sást þetta twin spool kerfi þar sem að miðjan í rauninni snýst ekki með restinni, heldur snýst það með loftinu sem að kemur með stóra spaðanum. Við viljum bara þakka fyrir okkur. Við fengum að notast aðstöðunni á N. Hansen og erum við afskaplega þakkláttir fyrir þá að hafa sýnt þessu svona mikinn áhuga á Inga og Gunna og svo Arnóru fyrir aðstoðuna gegnum þetta allt saman. Þetta er ekkert sjálfgefið. Þetta voru algjör forréttindi. Takk fyrir okkur.